Stúlka á táningsaldri var gripin með 20.000 falsaðar Oxycontin-töflur á Keflavíkurflugvelli í síðustu viku. Dómsmálaráðherra hefur áhyggjur af umfangi skipulagðrar brotastarfsemi hér á landi og ætlar að viðhalda viðbúnaði lögreglu í miðbænum helgar. Utanríkisráðherra segir Ísland stefna að auknum framlögum til varnarmála enda þrýsti önnur NATO-ríki á slíkt. Ísland tekur meðal annars þátt í nýrri áætlun Evrópusambandsins varnarmál. Umfjöllun fjölmiðla ofbeldi meðal barna í Breiðholtsskóla hefur verið einhliða og elur á fordómum. Þetta segja ungmenni í hverfinu. Það er endilega eðlislegt að fólk myndi plana að minnka aðeins í fordómum. Talsvert tjón varð í æðarvarpi á Norður- og Austurlandi í óveðri og bleytutíð síðasta sumar. Dótt fyrir milljónir fauk út í buskann í Vopnafirði. Komið þið sæl. Manneskjan sem var handtekin á Keflavíkurflugvelli með gríðarlegt magn af hættulegum fíkniefnum er stúlka á táningsaldri. Málið er talið vera hluti af skipulagðri brotastarfsemi. Dómsmálaráðherra segir að gripið verði til aðgerða og að fyrsta skrefið sé að viðhalda viðbúnaði lögreglu í miðbænum helgar. Sendingin taldi 20.000 töflur af fölsuðu 80 mg Oxycontin ópíóíðum. Töflurnar eru stórhættulegar og geta hæglega banað fólki. Skipulögð brotastarfsemi var rædd á fundi ríkisstjórnarinnar í morgun. Það er bara því miður staðreynd í málinu að skipulögð brotastarfsemi hefur náð fasta rætur á Íslandi. Þar af leiðandi verði gripið til aðgerða. Sýnileg lögregla, skýr pólitísk skilaboð frá ríkisstjórninni að við erum að skoða leiðir til að vinna gegn skipulögðri brotastarfsemi. Það sé meðal annars aukin viðbúnaður lögreglu í miðbænum, líkt og verið hefur undanfarnar helgar vegna ítrekkaðra ofbeldisbrota. Og muni gera það bara eins lengi og þörfir á, en það er því miður ástæða til. Útköll sérsveitarinnar á örfáum árum, þau hafa margfaldast vegna vopnaburðar, vegna skotvopna og vegna hnífaburðar. Þetta er dramatísk aukning. Einnig verður litið til skemmtistaða. Við erum svona að skoða skilyrði þess að geta starfað við dyravörslu og heimildir til að afturkalla leyfi þar um. Samkvæmt heimildum fréttastofu var stúlka á táningsaldri handtekin á Keflavíkurflugvelli vegna gruns að hafa flutt töflurnar hingað til lands. Málið er talið hluti af skipulagðri brotastarfsemi og teygja anga sína víða. Við höfum áhyggjur af ýmsu í sambandi þennan málaflokk og hvað finnst starfsemi þessara hópa fara vaxandi og við merkjum meira ofbeldi. Fyrst var vart við hinnar fölsuðu Oxycontin töflur í Evrópu í febrúar og í lok mars voru þær komnar hingað til lands. Mér sýnist bara fyrst og fremst þetta vera til marks virkni þessara hópa og þeir eru bara nokkuð snöggir til að bregðast við breytingu sem að verða á þessu neysluumhverfi. Og þær breytingar séu bara tiltölulega snemma komnar hingað því miður. Þetta eru efni sem eru mjög hættuleg og ég hvet foreldra til að ræða það við börnin sín hverjar hætturnar eru í því samhengi. Ég held að þetta sé orðið þess slags vandamál að við þurfum að grípa fast í taumana. Tveggja daga fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjanna lauk í Brussel í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sat fundinn. Hún segist finna fyrir aukinni pressu á Íslandi að Ísland verji meiru til varnarmála. Ísland hefur til þess að fengið fremur frítt spil sem eina herlausa þjóðin í bandalaginu en sá tími geti brátt verið að enda. Ísland er alltaf tekið út fyrir svega þegar kemur að umræðu framlög til varnarmála innan NATO. Hversu lengi getum við staðið til hliðar? Ef ekki að segja að róðurinn er svolítið að þyngjast. Aðra þjóðir skilja mjög vel, við erum herlausþjóð og ætlum að vera það áfram. En hitt er síðan að við þurfum að gera meira, við erum að taka skref núna í þá veru en það er alveg ljóst að það er verið að benda okkur á mjög kurteisislega að við erum með ríkustu þjóða innan Evrópu og við ættum að geta gert meira sem að við erum að gera og ég er mjög ánægð með það, þau skref sem að við höfum stigið en það er líka margt annað sem að við höfum lagt í púkki til þess að vera verðugur bandamaður. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins var gestur á þessum fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjanna hér í Brussel í dag. Evrópusambandið kynnti nýlega viðamikla áætlun að auka útgjöld aðildarríkja ESB til varnar- og öryggismála og EFTA-ríkjunum verður boðið að vera með og þangað stefnir Ísland, segir Þorgerður.
Já, við ætlum að gera það og það samtal og það samstarfið þegar hafið. Það er alveg ljóst að Evrópusambandið vill einmitt fara í þetta samstarfið okkur og við leggjum okkur fram það. Líka vil ég undirstrika að við erum að dýpka líka samtal og samstarf við Noreg, að því hún endur Noreg við Bretland. Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs, fagnar komu Íslands í verkefni af þessu tagi. Norðmenn eiga nú þegar í djúpu samstarfi við Evrópusambandið varnar- og öryggismál. Jeg vil veldig gjerne at Island og Norge kan jobbe tettest mulig sammen. Vi er jo veldig nære allierte, vi er nære nordiske land, og vi har det til felles at vi er med i EØS, men ikke i EU. Så jo mer Island og Norge jobber sammen, jo bedre. Norge er jo med. Vi har jo blitt koblet på denne hvite boka og Rearm Europe, så vi er allerede inne. Det kunne vi gjøre fordi vi har en strategisk partnerskapsavtale med EU om forsvar og sikkerhet. Og hvis Island også får det, og forhandler seg fram til det, så ser jeg fram til å samarbeide med Island også der. Hallgrímur, nú var Marco Rubio nýr utanríkisráðherra í Bandaríkjunum þarna í fyrsta skipti á NATO-fundi. Hvað hafði hann svona þessi mál að segja? Já, hann hélt blaðamannafund í morgun þar sem hann bara ítrekkaði það að það væri mikilvægt að aðildarríki NATO bættu í fjárframlög til varnarmála og hann var svo sem ánægður með hvað þau hefðu gert hingað til, flest hafa aukið framlögin. Hann ítrekkaði hins vegar að Bandaríkin myndu áfram styðja NATO og styðja við NATO á fullum þunga og það væri ekki að breytast og einhverjum hefur nú sennilega verið létt við að heyra það því að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur svona stundum talað þannig að Bandaríkin ætli að draga eitthvað úr stuðningi við NATO. En Rubio ræddi líka Grænland á þessum fundi, ekki satt? Jú, það má kannski líta á ummæli hans Grænland sem viðbrögð við orðum Mette Frederiksen sem hún viðhafði á Grænlandi í gær, heimsókn hennar þangað lauk í dag og við skulum þá byrja á að heyra hvað hún sagði nákvæmlega. Blaðamannafundurinn var haldinn fyrir framan þyrlu og varðskip danska hersins og greinilega þá til að sýna svona út á við að Danir væru að sinna vel vörnum Grænlands, en í þessu ummæli þarna talaði hún á ensku og hún var að beina orðum sínum beint til Trumps Bandaríkjaforseta. National borders, sovereignty of states and our integrity. These are all principles rooted in international law. These are fundamental principles. You cannot annex another country. Not even with an argument about international security. Hallgrímur og Lars Løkke Rasmussen, hann kom þessum skilaboðum á framfæri til Rubio í Brussel. Já, þeir funduðu í gær og það fer svo sem engum sögum af því hvernig Rubio brást við þessum skilaboðum frá Lars Løkke. En hann var spurður þessi orð Mette Frederiksen, þar að segja Rubio, á blaðamannafundinum í morgun og Frederiksen þarna auðvitað að vísa í orð sem Trump hefur viðhaft reglulega það að Bandaríkin þurfi að eignast Grænland á grundvelli þjóðaröryggis og að það muni gerast með einum eða öðrum hætti. Rubio gerði ekkert sérstaklega mikið úr þessum orðum en tiltók samt fyrir hverjum Bandaríkjamenn telja að verja þurfi Grænland. Well, no one's annexed anything. It's going to be up to Greenlanders. The Vice President made that clear. Denmark should focus on the fact that the Greenlanders don't want to be a part of Denmark. That's what they should focus on. We didn't give them that idea. They've been talking about that for a long time. Whenever they make that decision, they'll make that decision. And then what we're not going to do is let China come in now and say, offer them a bunch of money and become, dependent on China. Kínverjar tilkynntu í dag 34% innflutningstoll á bandarískar vörur. Þetta svar við samskonar tollum sem Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, kynnti á kínverskar vörur á miðvikudaginn. Tollarnir taka gildi í næstu viku, tíðindin juku enn frekar óróann á mörkuðum. Dow Jones í Bandaríkjunum lækkaði 2% strax við opnun, þýska dagsvísitalan lækkaði rúm 5% í dag og IBEX 35 á Spáni sama hlutfall. Trump sagði á samfélagsmiðlum í dag að hann myndi aldrei hvika frá þeirri stefnu sem hann væri nú að framfylgja.
Vísbendingar eru að landris í hafið að nýju í Svartsengi. Þetta sýna nýjar GPS-mælingar. Stysta eldgosinu á Sundhnúksgígaröðinni lauk í gær. Talsverð skjálftavirkni var við Trölladyngju í gærkvöldi og í nótt. Stærsti skjálftinn í hrinunni mældist 4 að stærð, en jarðskjálftavirkni við Kvikuganginn hefur farið minnkandi. Veðurstofan segir enn nokkra óvissu þróun næstu daga og því sé ekki hægt að útiloka kvikuhreyfingar í ganginum. Hættumat Veðurstofunar er óbreytt. Á því svæði þar sem síðustu eldgos hafa komið upp er hættametin mikil. Hættan er metin töluverð í Grindavík og nokkur í Svartsengi og í Bláalóninu. Skólastjóri Ásgarðsskóla segist vona að fyrirætlanir borgarinnar að taka yfir fjarnám fyrir elstu bekki grunnskóla sé misskilningur. Ekkert samráð hafi verið haft við skólann sem síðustu ár hafi verið eina úrræðið fyrir þennan hóp. Við vorum í miðju kafi við að reyna að komast að samkomulagi framtíða fyrirkomulag, nemendafjölda, verð og annað. Við reiknum 100% með áframhaldandi samstarfi, þannig að það kom auðvitað algjörlega flatt upp á mig að sjá þetta bara á RÚV.is. Tilraunaverkefnum fjarkennslu í grunnskólum Reykjavíkur var samþykkt í síðustu viku. Ásgarðsskóli hefur hingað til sinnt þessari þjónustu á unglingastigi fyrir 20 sveitarfélög og er með skrifstofur á Akureyri og í Reykjavík. Úrræðið er hugsað fyrir nemendur sem eru langveikir, haldnir skólaforðun eða hafa átt erfitt uppdráttar félagslega. 50 nemendur stunda þar nám, þar af 23 úr Reykjavík. Kristrún gagnrýnir borgina fyrir samráðsleysi. Ég vil kannski bara ganga út frá því að kannski sé bara einhver misskilningur á ferðinni. Að þau ætla sér að byggja upp úrræði til að taka á móti fleiri nemendum. En ég get bara ekki ímyndað mér að þau ætla að útiloka okkar úrræði. Gangi áætlanir eftir verður boðið upp á fjarnám í grunnskólum Reykjavíkur næsta haust. Kristrún telur tímaramman óraunhæfan. Því að það er flókið að teikna upp velheppnu úrræði á netinu eða velheppna skóla á netinu því að það er eins og að hanna hús í myrkri. Það krefst mikillar reynslu og það er mikil þróun að eiga sér stað til að það gangi vel. Við stólum líka á að Reykjavíkurborg komi til okkar og við erum með útbreiddan faðminn. Við viljum mjög gjarnan hjálpa því að við viljum ekki að missa þessa nemendur út í einhver óvissu. Aðalmeðferð er lokið í máli pilt sem er ákærður fyrir manndráp og 2 tilraunir til manndráps á menningarnótt í fyrra. Henni lauk í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Pilturinn er enn undir sjálfræðisaldri. Þinghald í málinu var lokað vegna ungs aldursbrotaþola og ákærða. Ákæruvaldið fer fram á að hinn ákærði verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Verjandi piltsins fór fram á að hámarksrefsingu yrði ekki beitt í málinu. Ungmenni er að hámarki hægt að dæma í 8 ára fangelsi samkvæmt hegningarlögum. Ekki liggur fyrir til hversu langra refsingar ákæruvaldið krefst yfir piltinum verði hann fundinn sekur. Gert er ráð fyrir að dómur verði kveðinn upp innan 4 vikna. Stjórnarskrárdómstóll svipti í dag Yoon Suk Yeol embætti sem forseta Suður Kóreu. Forsetakosningar verða í landinu innan 60 daga. Þingið setti Yoon af eftir að hann setti herlög í landinu í nokkrar klukkustundir í desember sem kom af stað mikilli mótmælaöldu í landinu. Dómstóllinn sagði stjórnarskrárbrot Yoons þar alvarleg, meðal annars að beita hernum í pólitískum tilgangi, að ekki væri hægt annað en að víkja honum úr embætti. Dómnum var víða fagnað í dag en stuðningsmenn hans tóku tíðindunum þó illa. Æðarbónda í Vopnafirði reiknast til að milljóna virði hafi bókstaflega fokið út í buskan í óveðri síðasta sumar. Þrátt fyrir áföll yrði óráð að selja annars flokks dún. Í júní í fyrra var talsvert tjón í æðarvarpi á Norður- og Austurlandi í óveðri og bleitutíð. Þá litum við á aðstæður á Ytra Nýpi í Vopnafirði, þar sem eru hátt í 3000 hreiður og stemdi í stórtjón. Helgi æðarbóndi lagði á sig mikla vinnu við að bjarga hreiðrum. Hann náði að forða tjóni með því að setja þurrt hey undir kollurnar og ná dúninum fyrr og ófúnum. Ef hann nær að fúna þá bara molnar hann og verður bara dufti, þannig að það er engin vara. Ef mikið bregða því og maður þarf að nota vélarnar mikið, þá slitnar hann og hann fer þessi samlóðin og þá er þetta ekki söluvara, þá er þetta bara rusl.
Það var býsna lítið sem var ónýtt að dúnni sem ég náði en líklega hefur fokið bara dút fyrir svona 3 milljónir eða eitthvað svoleiðis. Dúnnin mjög verðmætur í lúxussengur og Helgi eins og sumir aðrir æðarbændur gerir sem mest verðmæti úr honum með því að framleiða sengur sjálfur. Sumir vilja að dúnn sem inniheldur illviðráðanlegar trefjar úr lúpínu og fleiri jurtum fái að seljast sem annars flokks, en skiptar skoðanir eru það. Helgi segist hafa samúð með þeim sem lendi í að fá trefjar í dúnnin en telur óráð að fara að selja slíkt. Það fær maður aðeins svona dún og maður bara hendur honum. Ég óttast að fara að vera með annan flokk, hafi áhrif á verðið á fyrsta flokknum og það muni lækka og síðan muni við selja kannski annars flokks dún sem að einhverjir óprútnir fara að selja síðan kúnanum sem fyrsta flokks. Ungmenni í Breiðholti segjast finna fyrir fordómum í samfélaginu bara með því að segja hvar þau búa. Þau segja umfjöllun fjölmiðla ofbeldi meðal barna í Breiðholtsskóla einhliða og ýta undir fordóma. Það bara náttúrulega mjög erfitt að heyra svona talað hverfið manns sem maður og þetta alls ekki upplifun allra, þetta mjög mikill minnihluti finnst mér allavega af krökkum sem upplifa svona. Mikið sem búin að vera í gangi í öðrum hverfum, ekki bara hér til dæmis. Já, og það einhvernig, þau láta eins og þessi eini skóli í Breiðholtinu, það bara eins og allt hverfið sé svona eins og bara þegar þetta svona lítill hópur innan við svona stórt samfélag. Krakkarnir sitja í ungmennaráði Breiðholts og skrifuðu skoðanagrein á Vísi í gær undir yfirskriftinni Drögum úr fordómum í garð Breiðholts. Þar gera þau umfjöllun fjölmiðla ofbeldi meðal barna í Breiðholtsskóla að umræðu efni. Þau segja umfjöllunina almennt hafi verið einhliða. Hún dragi upp dökka og neikvæða mynd af ungmennum í Breiðholti sem leiði til fordómafullra viðhorfa. Það hefur oft verið skotið á mig bara, wow, ertu Breiðholtinu? Þá vil ég ekki tala við þig, eitthvað svoleiðis. Bara mjög leiðilegt að heyra og maður vill eiginlega helst ekkert lengur segja að maður sé úr hverfinu, því miður. Það bara svolítið ósanngjarnt að minnihlutahópur hafi svona mikil áhrif á bara öll börn í Breiðholti. Ofbeldi meðal barna finnist víða, ekki bara í Breiðholti. Með því að stíga fram vilji þau verja orðspor hverfisins sem fjölmiðlar hafi grafið undan með umfjöllun sinni. Þetta ekki eins hræðilegt og það haldið, sko. Þetta mjög bara gott hverfi og það eru góðir krakkar hérna. Það endilega eðlislegt að fólk myndi plana minnka aðeins í fordómum. Umfjöllun í Bandaríkjunum hús til sölu á Ítalíu á 1 evru vakti svo mikla athygli að borist hafa á annað 1000 fyrirspurnir á nokkrum dögum. Nú kaupunum fylgja þess skyldur að það þarf að gera húsinu upp. Það hefur í nokkur ár verið hægt að kaupa yfirgefin hús í ítölskum bæjum á 1 evru. Bæjaryfirvöld hafa gripið til þessa til að fá til sín fleiri íbúa því þeim hefur fækkað. Á dögunum fjallaði bandaríska sjónvarpsstöðin CNN þetta fyrirkomulag í bænum Penne í Abruzzo héraði og viðbrögðin létu ekki á sér standa. Dopo il lancio di un network dell'informazione internazionale abbiamo ricevuto tante mail, circa 1700 ad oggi, email dove ci chiedono informazioni su come acquisire informazioni e prendere una casa del progetto Casa 1 euro. Per noi è motivo di orgoglio perché evidentemente Penne viene ancora una volta valutata come la città del buon vivere. Penne 11.000 manna bær og þar líkt og víðar á Ítalíu hægt að kaupa hús á 1 evru gegn því skilyrði að fólk flytji þangað og geri húsið sitt upp innan 3 ára. Il prossimo vicino di casa potrebbe essere statunitense o argentino. Benissimo, noi accettiamo tutto perché siamo un popolo molto accogliente a Penne. E poi ci piace anche imparare nuove lingue, quindi ben vengano tutti, compreso gli italiani chiaramente. Quando si è trasferita a Penne? Giugno 23. Da dove arriva? Da Londra. Come si trova? Mi trovo benissimo, la vita è tranquilla, molto... non mi ricordo la parola, la gente sono molto carine. Og nú ætlum við að gá til veðurs.
Spáin á morgun þannig að það suðlæg átt á morgun, strekkingsvindur við suður- og vesturströndina, annars hægari. Bjart veður norðaustan og austanlands en víða skýjað annars staðar og líkur á dálítilli vætu af og til. Það verður fremur hlýtt í veðri og gæti hitið farið yfir 15 stig landið norðaustanvert sem óvenjulegt í apríl, þar sem hlýjast verður. En nánar verður fjallað þessa góðu veðurspá á morgun að loknum íþróttafréttum. Ísland mætti Noregi í þjóðadeild kvenna í fótbolta í Laugardal í dag. Leikurinn var mikilvægur í harðri baráttu sæti í A-deild og var hart barist. Niðurstaðan varð markalaust jafntefli og svekkelsi var orðið sem oftast var nefnt hjá leikmönnum að leikloknum. Mér fannst eiginlega bara að vinna það. Mjög svekkjandi en mjög stolt af liðinu. Og sigursælasti þjálfarinn í sögu meistaradeildarinnar í fótbolta fyrir dómi á Spáni þessar mundir sakaður skattaundanskot. Íþróttir eftir andartak. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Stúlka á táningsaldri var gripin með 20.000 falsaðar oxycontin-töflur á Keflavíkurflugvelli í síðustu viku. Dómsmálaráðherra hefur áhyggjur af umfangi skipulagðrar brotastarfsemi hér á landi og ætlar að viðhalda viðbúnaði lögreglu í miðbænum helgar. Utanríkisráðherra segir Ísland stefna að auknum framlögum til varnarmála enda þrýsti önnur NATO-ríki á slíkt. Ísland tekur meðal annars þátt í nýrri áætlun Evrópusambandsins varnarmál. Umfjöllun fjölmiðla ofbeldi meðal barna í Breiðholtsskóla hefur verið einhliða og elur á fordómum. Þetta segja ungmenni í hverfinu. Það væri endilega eðlislegt að fólk myndi hlana minnka aðeins í fordómum. Talsvert tjón varð í æðarvarpi á Norður- og Austurlandi í óveðri og bleitutíð síðasta sumar. Dútt fyrir milljónir fauk út í buskann í Vopnafirði. Þá þessum fréttatíma að ljúka og nú komið Einar Erni með íþróttir og Óli ætlar að segja ykkur fréttir af þessu góða veðri sem á að vera á morgun sem komið 5. apríl. En það næst fréttatími hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 og eins og venjulega þá má alltaf finna allar nýjustu fréttir inn á ruv.is. En leið og við á fréttastofunni þökkum ykkur kærlega fyrir samfylgdina þar sem af þessum degi og vonum við að helgin verði ykkur björt og góð, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Ég mjög spenntur. Þetta ekki frétt, ágríns. Þetta frétt? Fréttatengdur skemmtiþáttur þar sem keppendur spreyta sig á misalvarlegum spurningum sem sóttar í glóðvolgar fréttir og gamlar í bland. Ég þurfti bara að stoppa á ATV og leiðinni að kaupa eitthvað vínflösku eða kampavín og hann var, það að fara að skýra barn. Ef ég að fagna dagur sem ég fæðist barn, ég að fá mér eign vín. Vikan með Gísla Marteini. Gísli Marteinn tekur á móti góðum gestum og fer með þeim yfir helstu atburði vikunar í stjórnmálum, menningu og mannlífi. See you later, alligator. Séra Brown, breskur sakamálaþáttur hins lungna Séra Brown sem ekki bara kaþólskur prestur, heldur leysir hann glæpi á milli kirkjuathafna. Versta manneskja í heimi, norsk verðlaunamynd frá 2021. Þessi kolsvarta rómantíska gammamynd segir frá 4 árum